Brekkukotsannál, 18. kapítuli. Þegar hún lykla okkar borin, hef ég nú gleymt konu úr landbroti, út af þessum feikna söng við Austurvöll, sem auðvitað varð aldrei neinn. Sá gestur sem hefði vitjað okkar hinna þurfti náttúrlega að sigla daginn áður en hann syngi, af því hann var ráðinn út í heimi til frægðarverka sem þoldi ekki bið. En sá gestur sem var kominn að finna konu úr landbroti, hann varð kyrrt. Lærðu að hlakka ekki til, sagði konan. Það upp af þess að kunna taka öllu. Hvað mundu börnin þín segja ef þau fréttu af þér í þessum solli hér á miðloftinu í Brekkukoti, sagði amma mín. Ég ósköp fegin að heyra raddir, sagði konan. Ég kvíði einlægt fyrir ef einhver fer út. Já, við höfum ekki heldur annað en rausið að leggja þér til, sagði amma. Þá sagði konan. Drengurinn minn, sem aldrei gat séð af henni mömmu sinni, og telpan sem á orðið 12 ær, ég veit að ég ætla mér ekki svo illt að ég fara að deyja fyrir augunum á þeim einmitt þegar hún lykla okkar loksins að komast í gagn. Við hjá mér, sem höfðum ekki séð kýrbein í 7 ár. Ég sé að þú ert búin að hengja upp treyjuna þína, kommandör, sagði kapteinn Haagensen. Ljúðu einhverju áður en þú sofnar? Nú kattaraflagið týnt sem hefur verið að flækjast hjá mér í mánuð þar á eyrinni, sagði eftirlitsmaðurinn. Best gæti ég trúað að yfirvöldin hefðu hengt það. Framkvæmdirnar orðnar svo stórstígar nú á dögum. Með leyfi, hver á þennan gullpenning sem liggur þarna á hillu fyrir ofan þig, kapteinn Haagensen? Það gullpenningurinn hans Álfgríms, sagði kapteinn Haagensen. Nú þeir farnir að gefa gullpenninga. Nú ekki formað lengur að rétta undir hálfu kvígildi að barni og ljúðu stórfréttum. Öngvar stórfréttir, sagði eftirlitsmaðurinn. Ekki enn. Það helst að eitthvað gerist hér á miðloftinu. Allt við sama í Hosiló. Ætli að sé ekki svipaði mig og köttinn, gall konan við innan úr komendunni. Hann týnist á milli, en kemur í leitirnar það bíl sem hann hefur verið talinn af. Rétt það, sagði eftirlitsmaðurinn. Hann var að fara úr sokkunum framan á hjá Runólfi Jónssyni. 9 líf í kisu. Nógur tími að síta þegar við höfum séð grábröndu hanga. Hitt væru stórfréttir Haagensen ef það sannaðist að til væri tími fyrir utan lífin í Högna systur. En sem sé ég hef ekki frétta enn, ekki í dag, vinur, kannski á morgun, vinur. Runólfur Jónsson, sem allir héldu að væri sofnaður, mælti svo leið og hann sneri sér á hina hliðina. Konan sem borðar lönguna, segir hann, hún ætti að taka sér listitúr fram á Nes, að skoða kraftaverkin. Já, ég skipti mér ekkert af kettinum, sagði kapteinn Haagensen. Ég skipti mér bara af tíkinni, mínir herrar. Nefnilega pólitíkinni. Ha, 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 ha. Ég kalla ekki fréttin það sem úr tíkinni. Ég skil, vinur, sagði eftirlitsmaðurinn, við skiljum. Við vitum þú ert á herskipum. Það afskaplega mikið í það varið. En ég líka á mínum stað, Haagensen minn. Sköpunarverkið óviðjafnanlegt,
eins langt og það nær. Ég tók heldur aldrei undir með nöldurseggjum meðan ég navigeraði, sagði kaptinn Haagensen. Þeir bölvuðu öllum dögum nema sunnudögum. Það var sem sé súpa hundags. Den helvetes súpi, sögðu þeir. En á sunnudögum, þá var fleskbiti ofan í. Þá, sögðu þeir, lófið veri Herren den allmektige. Jú, það var just akkurat lóðið, sagði eftirlitsmaðurinn. Lófið veri Herren den allmektige. Nema hvað ég myndi segja þessi fögru orð á hverjum degi að undanteknum sunnudögunum. Og það af því að ég hef aldrei getað bragða flesk. Ég þarf ekki nema að finna lykt af fleski, þá út mig. Og þar með fer ég að koma mér upp. Guð gefi ykkur góða nótt. Og mun eftir að segja honum Álfgrími litla þegar hann vaknar í fyrramálið að ég hefi tekið gullpenningin að hann til handargaks og hann týnist ekki. Og konan sem borðar lönguna hélt áfram að lifa. Lengi vel seildist hún til hurðarinnar og hallaði aftur meðan hún hefði köstin. Því hún vildi ekki trufla með stönum og óhljóðum mannin sem stjórnar herskipum. Þegar kasti var liðið, ýtti hún upp hurðinni á hálfa gátt aftur. En væru komnir gestir að segja tíðindi af stórviðburðum, ellegar einhver rakti þátt úr ævimerks Íslendings eða glaðbeittur maður upphófst með siglingavísu eða hestavísu, þá ýtti konan hurðinni hjá sér alveg á gátt. Þessi kona sagði alltaf eitthvað við mig þegar ég gekk framhjá. Einað spurði hún veðrið, á hvaða átt hann væri í dag, eða hvort ég held ég hann myndi lafa þurr. En það var vandi að svara henni til þessi efni. Einu sinni sagði ég við konuna, hann lagstur í rigningar. Mikil skelfingar að heyra þetta rugl, sagði konan. Ég veit ekki betur en hann hafi verið þurr í morgun. Líkt á gluggann, sagði ég. Veit ég það, sagði konan, það úrhellir þessa stundina, en það segir enginn að sé lagstur í rigningar nema ekki hafið þornað af steini í viku. Einhverju sinni síðdags spyr hún enn og þá ætla ég að vanda mig sérstaklega og segi, hann kom oní í morgun. Hvaða fyrirmunur að heyra þetta, sagði konan, og komið fram yfir réttir. Það aldrei sagt hann komið oní nema þegar rignir oní flatt hey. Það var ekki furða þó mig grunaði að nú byggi eitthvað undir þegar þessi málfræðilega kona spyr mig einhvern dag, hvernig ertu, drengur minn? Ertu læs og skrifandi? Ég kunni ekki við að neita því, en þorði ekki heldur að láta mikið af því. Að lesa og skrifa hefur reyndar aldrei verið talið til menntunar á Íslandi fremur en rífa hertan þorskhaus, ekki einu sinni hjá lúsafólki. Á minni tíð voru börn almennt ekki send í skóla fyrir en eftir að þau höfðu lesið Íslendingasögurnar heima hjá sér, en það eru í kringum 40 bækur. En þó ég hefði heyrt gesti lesa margt upphátt úr Íslendingasögum hefði ég sjálfur ekki lesið aðrar en þær sem lágu hjá okkur af tilviljuna þegar þau höfðu gleymst. Þó að ég reyndi af þessum sökum að gera sem allra minnst úr lestri mínum og skrift, þá afréð konan þar á stundinni að biðja mig að fara samt fyrir sig niður í bæ og kaupa sér penna fyrir hálfan eyri og bréfstefni fyrir 2 aura. Ég var ekki fyrir komin með þessar færur, en hún hóf að lesa mér fyrir. Ég skal taka það fram að ég hafði ekki komist til að kynna mér réttritun neitt að ráði og stafsetti þess vegna ekki ólíkt og lærðir menn á Íslandi í kringum árið 1100.
Bréf konu þessarar munu hafa verið fyrst allra tilrauna minna í ritsnild. Ég var þannig einn þegar mannaðir fundu upp stafsetningu á Íslandi. Ég skal reyndar ekki þræða þessa stafsetningu hér, en einhvern veginn þessu líkt var það efni sem ég skráði eftir konunni. Til Nonna og Gunnu, það eru nefnilega börnin mín. Nú ber hún lykla okkar í haust. Við höfum sem sé lengi krjáð eftir kýrbeini. Þegar hún ber, þá ætla ég að biðja ykkur að gera vel við hana. Ég veit hún er fyrir löngu farin að búast til. Ég held nú, úr því Heiðfengur var svona geðugur, að við ættum að herða upp hugan og koma okkur upp höfði í viðbót. Ef það verður kvíga, þá skulum við kalla hana Rós. En það er vandi að fara með ásetningskálf, Gunna mín. Þegar hún lykla okkar er borin, það ætlaði að verða langur á því ómaga hálsinn að koma saman þessu skilríki. Konan var svo vandfýsin í orðfæri að hún lét mig draga út allt jafnóðum. Við rífum þetta bansett rugl, sagði konan. Og þessar fáu línur sem við höfum verið að basla við að koma saman obban úr deginum, þær voru farnar leiðina sína. Þannig héldum við áfram dögum saman. Okkur tókst aldrei að bréfa nógu innvirðulega hvers konar gull ætti að gefa kálfinum. Og þegar dró nær kvöldi var svo af okkur dregið að við vorum hálfleiðin í dá og rifum ávöxt dagsins. Ætli þessi kona hafi ekki verið komin út af Snorra Sturlusyni að langfeðgatali. Eitt er víst, hún veik ekki frá þeirri ritvenju sem setur harðastar kröfur á Íslandi. Oft þegar ég er sjálfur að setja eitthvað saman, þá fyrir ég að hugsa þessa konu. Hún varaði sig bara ekki á því að það er hægt að setja markið svo hátt í bókmenntum að það verði ógerningur að stumra upp orði eða stunu nema í hæsta lagi að segja a. Oft endaði bréfgerðin á því að konan fékk flog. Ég gekk út úr kommentunni yfir bugaður með pennan og bréfsefnið og hallaði aftur hurðinni. Kafteinn Hógin sem fékk sér í nefið úr meðalaglasi sem hann hafði undir höfðin á sér í bólinu. Hann sagði: Mér sýnist líða því að ég þurfi að fara að busta frakkan minn. Það leið fram yfir veturnætur á þess breyting yrði í kommentunni. Nema hvað konan varð æ daufari og hvítari. Uns þar var komið að lokum að konan var glær. Hún tók á sig þennan ummyndunar ham með birtu ásjónunnar sem langþjáðir menn íklæðast stundum það bíl sem full dregið af þeim. Það var einhvern dag eftir að komnir voru frerar að kona þessi úr landbroti gerði boð fyrir Björn í Brekkukoti. Það var í erindum hennar að fá honum peninga sem hún geymdi í pilsvasa sínum svo hann gæti keypt henni fjalir í kistu. Hún ætlaði að biðja hann að smíða utan sig. Hann mælti: Ja, ég hef nú hingað til ekki ríðið utan annað en fiska, en ég gæti kannski útvegað klastrara. Er nú ekki að orðlengja það, nema þessi banghægi maður varð fundinn og hafinn lík kistusmíð út í skemmu. Þeir afi minn og klastrari sá sem hann hafði slætt upp tóku mál af konunni með tommustokk. Ég tók þátt í verki þeirra á ýmsan hátt, bæði með því að rétta nagla á annars málegt og seinast hélt ég fyrir þá dollu með kinnroki sem borið var á kistuna í sorgarskyni.
Konan hélt sífellt spurnum uppi smíðina. Það hefði einhvern veginn lagst í hana að kistan yrði of stutt og var ekki laust við að hún hefði af því áhyggjur þegar af henni bráði. Hún lét mig mæla sig upp með selgarni og sendi mig síðan út í skemmu með selgarnsmátið að mæla við kistuna. En þá var kistan full smíðuð og klambrarinn svaraði: Segð þú kellingarkjökrinu frá mér, drengur minn, að ef hún verður löng fyrir kistuna þá skellum við af henni. Annað eins hefur gerst í fornsögum. Þegar hún lykla okkar er borin, sagði konan. Þegar hún lykla okkar er borin? Já, þegar hún lykla okkar er borin. Ef það er boli, ef það er dulítill bolakálfur, þá mundu nonni að mylja undir hann mó. Kvölds á morgna. Þurran mó. En séðan og eftir kvíga sem við vonum öll. Hún á að heita Rós. Við skulum gefa henni nýmjólkurmörk í mál. Nei, annars höfum það 2. Við erum ekki að knepra það. Það verður margborgað þó síðar veldi, börnin góð. Gott er nú að láta grautarsleikju saman við. Og ekki spillir fisksoð. Sumir láta kaffikorg út í sublið kálsins. Það kunne vera hollt. Þó meira til jórtur sem fylli. Var ég búinn að skrifa hún ætti að heita Rós? Æ, mikil skelfing er þetta óskipulegt, svei mér ef það er nokkuð mynd á þessu hjá mér. Við rífum það og reynum enn. Þegar hún lykla okkar er borin. Þegar hún lykla okkar er borin. Þegar hún lykla okkar er borin. Já. Þegar hér var komið sögu, snöggþyrmdi yfir konuna. Ég sat á skógarastólnum með hálfskrifa bréfið á hnénu. Í því bili kom Runólfur Jónsson heim og fór að skrafa kraftaverkin og fróðarundrin. Farðu hægt, Runólfur, sagði kapteinn Hógensen. Það líður að konunni. Runólfur leit inn í kommentun og sá hvurskins var. Já, góðan daginn, sagði Rungi. Ég sé ekki betur en við verðum að fara að kalla á hann Björn í Brekkukoti. Ég skil ekki að það hefði mikið upp á sig að vera að kalla á neitt, sagði kapteinn Hógensen. Skilur ekki maður að þetta er að verða búið? Já, þá sé ég ekki önnur ráð en tala við mannin sem er fyrir ofan að Björn í Brekkukoti, sagði Runólfur Jónsson. Hann var lagstur að með frost og snjóa. Konan var borin út daginn eftir. Jónas gamli pólití var kominn ásamt vinnupilti austan á Kolviðarhóli sem hefði dregist á að hafa líkið í farangri sínum fyrsta áfangan. Áformað var að geyma síðan líkið á hólnum þangað til hægt vera að koma því á einhvern áreiðanlegan mann sem ætti leið austur yfir fjall. Í þann tíð voru kallaðar 7 dagleiðir ríðandi úr höfuðstanum austri landbrot. Hitt þótti mönnum þó trúlegra að líkinu mundi ekki gera meir en endast veturinn að ferðast einsamalt í stórum veðrum slíkan óraveg yfir víðlend héruð, heiðar og fjöll og sanda sem verða á leiðinni austur í landbrot að ógleymdum nokkrum geipilegum straumvötnum. Það var gerð ein athöfn úr kistulagningu og húskveðju, en prestlaust og án kirkjulegra yfirsöngva. Nema hvað ég var látin syngja kistulagningarsálminn langa af því ég var orðinn vanur jarðarförum. Ég var látin byrja það bil sem amma mín var búin að hjúpa líkið. Ég stóð syngjandi á pallskörinni eins og fugl á kvisti, meðan verið var að mismuna kistunni ofan stigann.
Runólfur Jónsson satt framan á hjá sér með saltbrunan í augunum og puttan upp í sér eins og lítill drengur. Þessi athöfn fékk sérstaklega virðulegan svip af því að kapteinn Haagensen hafði klætt sig upp úr körinni til að koma fram á hálfu sjóhersins. Einkennisbúningurinn hans var vendilega bustaður og ég ætla ekki að tala gullhnappana hans eða derið á kaskitinu. Hann stóð í herforingjastellingum upp við stóðina hjá höfðalaginu sínu og það mátti sjá hvernig bláar æðarnar hlykkjuðust undir húðinni á gagnaugunum á honum sem var eins og bókfell. Þessi útlendi embættismaður í Danaveldi sem var alveg nákvæmlega eins og hans hátign Kristján IX á svipinn. Hann bar krepta verkamannshönd sína upp að derinu þegar líkið var borið fram hjá honum og stóð síðan í þessum stellingum án þess að depla auga meðan ég var að syngja sálminn. Allar götur fram í Amen.